Hingað er komin Kristrún Heimisdóttir. Sæl, veistu Kristrún, þú skrifaðir mikla grein í Fréttablaðið í gær, heilsíðugrein, sem að maður brausti gegnum eftir. Þetta fjallar Icesave, en það sem þú ert svona í grunnatriðum að segja er að það þurfi í rauninni að opna málið bara aftur í heild sinni. Það sem ég að segja er það að ég byrja á því að gera grein fyrir stöðun eins og hún er. Það að segja að Icesave 2 eru þau sem verða að greita atkvæði Icesave 1 eru þau lög sem standa eftir ef Icesave 2 verða felld í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur verið sagt, það hefur komið fram að þá fallir raunverulega Icesave 2 gildi vegna þess að í ákvörðun Alþingis fólst að Bretar og Hollendingar yrðu að samþykkja fyrirvarana til þess að lögin taki gildi. Ef að það er ekki fyrir hendi, þá fellir niður ríkisábyrgðin og það stendur í samningunum sjálfum. Ef að ríkisábyrgðin kom ekki til fyrir tiltekinn tíma, að þá séu samningarnir fallinir og gildi, eða þá komið þeir ekki til framkvæmda. Þannig að það sem ég er að segja bara er það, þetta er bara lögfræðileg greining, þetta er bara greining á þeirri stöðu sem uppi er. Og ég skrifa þessa grein vegna þess að ég tel og ég lít svo á að þetta séu mjög alvarlegir tímar sem við lifum og við verðum einfaldlega, og minn flokkur sem fer bæði með forsætisráðuneyti og utanríkisráðuneyti, við verðum að taka ábyrgð á þessari stöðu og verðum að sýna þjóðinni og umheiminum fram á að við getum leyst úr henni hvernig sem allt velkist. Og þess vegna er ég að lýsa því í greininni, fullveldishafinn út af við, sem er ríkisstjórnin, verður að leysa þessa milliríkjadeilu. Þetta er milliríkjadeila sem hefur staðið núna í 16 mánuði. Það eru 14 síðan að Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu 5. desember 2008 pólitíska, ég legg áherslu á pólitíska, alþjóðapólitíska samningaleið á grundvelli Brussel viðmiða. Og það sem ég er að segja er það að ef þetta fer svona sem að flestir eru nú að ætla að geti gerst og alveg ljóst er að þau stjórnmálaöfl sem fara með valdið í landinu og verða að taka forystunni, verða að hafa svar við hvað gerist þá er staðan þessi að bæði Alþingi og ríkisstjórn eru bundin enn af þingsályktunartillögunni frá 5. desember. Það eru allir aðilar. Ég er ekki þeirrar skoðunar þessi raunhæfur möguleiki að mynda þingmeirihluta um breytingu á þeirri þingsályktunartillögu. Ég hef enga ástæðu til þess að ætla til dæmis að Sjálfstæðisflokkurinn hlaupi undan þeirri tillögu. Framsóknarflokkurinn veitti henni svona móralskan stuðning, minnin hafi setið hjá, en voru samt sem eru jákvæðir í þinginu, tóku þátt í málinu. En það voru bara Vinstri grænir á þeim tíma sem voru að hvetja til uppreisnar og ýmislegt svona sem þá, en við skulum bara ekkert rifja það upp, það er aukaðatriði núna. En þú segir að það hefur verið gerð mikil mistök í þessu ferli, raunin á málinu hafi það verið klúðrað og að útgangspunktur samningaviðræðna hafi bara verið rangur alveg frá upphafi. Já, ég nota aldrei orðið mistök, ég nota aldrei orðið klúður, vegna þess að ég vil halda orðarlega í lágmarki. Mér finnst mjög mikilvægt að málin, að setja spilin á borðið. Þetta mál getur ekki snúist neinar persónur og bara engast aðra hluti heldur en þá stöðu sem við erum í og greina þá stöðu sem við erum í. Þess vegna vil ég raun og veru, ég er þeirra skoðunar að útgangspunktur samninganna, hafi verið rangur. Samninganna sem gengið var frá í júní. Og það skiptir máli vegna þess að við stöndum í þeim spori núna verðum að ná sátt í þinginu. Þingið, fullveldishafinn inn á við verður að standa með fullveldishafinn út af við ríkisstjórninni til þess að leiða máli til lykta. Og það skiptir þá lykilmáli að þingið var ekki haft með í ráðum á þann hátt sem að eðlilegt hefði verið. Ég er þeirra skoðunar að ógjafan í máli núna síðari mánuðum sé það að samningurinn hafa farið með samningurinn í þingið og án þess að það hefur haft samráð við það og hann var undirritaður í miklu skyndiki og miklum hraði á föstudagskvöldi án þess að nógu margir hefðu séðan, satt að segja mjög fáir og eiginlega engir. Og það er óafturkræf aðgerð að gera það og ég held að það út af fyrir sig sé út frá öllum almennum mælikvörðum eins konar svona stjórnskipurétt stórslis og það gat aldrei annað en dregið mjög langan dilk á eftir sér og að því leyti til hef ég samúð með Vinstri grænum sem flokki. Ég veit að það hefur verið mjög erfitt þar og hann er mjög klofinn flokkurinn en það er eiginlega hlaut að gerast þar og þá vegna þess að þegar þú ert í pólitík og þú þarft að fá fólk til þess að standa með jafn erfiðu máli og Icesave-málið þetta er áreiðanlega erfiðasta mál í stjórnmálasögu landsins, þá verður fólk að vita hvað á að styðja og af hverju og fá að vera með í að móta það mál. En til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn
var ekki hafður með og það var nú kannski stór mistök. Menn tóku þetta einhvern veginn inn á sig, Svavar Gestsson fer að semur og þetta fer allt svo mikið að snúast um Svavar Gestsson og Steingrímur J. Sko, Svavar Gestsson, ég hef reynslu Svavar Gestsson sem mjög öflugum sendiherra. Ég vil bara að það komi fram. Og mér finnst þetta ekki eiga að snúast um persónur, en ég enga sér þeirra skoðun og það hafi verið pólitískt mjög óskynsamlegt að gera mál sem átt að vera eins þverrpólitískt og nokkur kostur var, sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefði tekið mikið þátt í og gera það skyndilega máli sem eiginlega bara einn flokkur hefur verið að sinna allan tíman. Og það sem meira var að mynda eiginlega innri samninganefnd sem að var bara skipuð trúnaðarmönnum flokksins Vinstri grænna og hún hefur alla forgöngu í þessu máli, tekur alla leiðandi ákvarðanir og heldur samningaferlinu mjög óformlegu alveg fram á síðustu stund og þannig að þetta verður og það líka er að mínum að þetta er skaðlegt vegna þess að ég held að þeir hafi eins og ég færi rök fyrir að útskýra í greininni og það kemur fram í skipunarbréfi sem þessi nefnd fékk það upplýsir það raunverulega mjög mikið að til dæmis að það er tvennt í grunninn, það er annars vegar það að þeir verðast ganga út frá því að Ísland hafi þegar tekið lán. Það er þessi forfjármögnun. Já, sko forfjármögnun er náttúrulega bara, sko, grundvallaratriði það að það menn verðast ganga út frá því að þeir semja á þeim grunni. Samanber það sem bara skýrir það best, þetta er mjög flókið lögfræðilegt mál og maður getur farið í mikla flækir, það er bara sem skýrir það best, er þessi staðreynd að við séum að greiða vexti frá 1. janúar 2009 að telja. Og það er ekki einu sinni undir þetta lánasamningurinn fyrir en, sko, þeir sem þeir gera fyrir en í byrjun júní. Og við erum að borga vexti á þessum tíma, sko, þá er ennþá gamla ríkisstjórnin, 1. janúar segja til. Ég meina aldrei nokkuð tíma hvarlaði mér sem var þá að vinna í þessu máli, við varum að borga vexti frá 1. janúar, þetta er bara fráleitur hlutur. Og það eru 20 milljarðar segja til. En það eru Bretar og Hollendingar eða Bretar sem ákveða þetta lág. Þetta er einhliða ákveðin Breta og Hollendinga að borga út úr þessum sjóði til þessara aðila og það er eins og allt annað og ég fer yfir það í greininni að þetta eru einhliða ákveðinir þeirra og við getum og eigum aldrei að viðurkenna að það hafi verið nokkuð annað. Það var það sem þetta var. Þannig að við tókum ekki þetta lán. Men ef frá neinum lögfræðilegum eða neinum almennum skilgreiningum af því er hægt að halda því fram og þess vegna er þetta svo sérkennilegur útgangspunktur. Og það eru fleiri atriði sem að skipta máli í þessu sambandi en sko megin viðfangsefni okkar allra samt núna og það er það sem þess vegna er ég nú líka að leggja þetta fram og birta þessa grein. Vegna þess að ég tel að það skipti mjög miklu máli að þessar viðræður sem fara núna fram á milli stjórnarandstöðunnar og ríkisstjórnarinnar skili raunverulegum árangri. Það verður einfaldlega að gerast. En þú telur að það þurfi að fá milligöngumenn í þetta samning eða sáttasemjara? Já, sko, Brussel viðmiðin. Það gengur út á það að sko, kannski forsagan örlítið. Það sem gerist á fundi fjármálaráðherra Evrópusambandsins og EFTA og ég man vel eftir því það var daginn sem Barack Obama var kosinn vegna þess að ég gæti ekki komist hingað í sjónvarpssal að vera kommentator á hans sigur vegna þess að ég var alla nóttina að greina í utanríkisráðuneytinu vorum við að greina hvað fólst í því að þáverandi fjármálaráðherra og ráðuneytisstjórn fjármálaráðuneytinu hefðu samþykkt bindandi gerðardóm á ECOFIN fundi sem er fjármálaráðherra fundur allra ESB ríkja. Þar var Ísland aðalmáli og þetta var gríðarlega, sko þarna eru menn í panikk í Evrópu, halda sig að vera bankarhrun, sækja gríðarlega fast að Árna Mathiesen, þar á meðal Kristín Halvorsen, norski fjármálaráðherrann og í nauðvörn þá samþykkir hann bindandi gerðardóm. Við greindum þetta þarna nóttina og komist þar í niðurstöðu þetta væri engin gerðardómur, þetta væri hlutdræg laganemnd sem að myndi og það að þetta væri bindandi væri gjörsamlega óviðunandi fyrir nokkurt ríki að samþykkja. Þess vegna sagði Ísland sig frá þessum gerðardómi. Það var bara þjarma þetta á Árna Mathiesen. Og þess vegna sögðum við okkur frá þessum gerðardómi. Og það leiði til þess að það að við gerum það leiði til samningaviðræðna sem að franska formennskan í Evrópusambandinu tekur þátt í og þar eru 3 grundvallar viðmið og það eru viðmiðin sem eru kjarnir í þingsályktunartillögunni frá 5. desember. Og það eru raun og veru 3 atriði sem skipta mestu máli. Í fyrsta lagi það að Ísland viðurkennir ekkert framsal á réttarstöðu varðandi það með greiðsluskyldu á innistæðutryggingum. Það segir einfaldlega EES réttur gildir á Íslandi svo alls þar annars staðar á
þessu svæði. Það bara Evrópuréttarleg regla einsleitni reglan á markanum. Og í kjölfar þess hefði við getað krafist þess sem var náttúrulega okkur megin krafa að Evrópusambandið uppfyllti sína eigin grundvallarreglu að allar ákvarðanir og allt sem þar fyrir fram eigi að fara fram á grundvelli laga, Evrópulaga og réttar. Og við kæmumst fyrir dómstól. En öll þessi ríki hafa allan tíma neitað því við farum fyrir dómstól. Og við höfum engan yfirþjóðlegan dómstól sem getur knúið til að fara fyrir. Númer 2 var þetta lykilatriði Íslands sem að taka tillit til fordæmislausra aðstæðna á Íslandi og nauðsynjar þess að hægt sé að reisa við efnahag í þessu landi. Auðvitað vorum við þarna strax með gríðarlegar áhyggjur af því að hvaða áhrif þessar skuldabyrðar myndi hafa. Það sem hefur gerst síðan og það skiptir líka svo miklu máli í núverandi stöðu að nýjar upplýsingar, framvinda náttúrulega áætlanir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur verið miklu hægari heldur en menn vonuðu og staðan að margan hátt miklu verri. Skuldabyrðin meiri og til þess verður að taka tillit. Þannig að skuldaþolið, við erum eiginlega komin að það punkt að sem sagt, það í sjálfu sér ógildi samningana, hugsanlega. Já, það einn þáttur í málunni sá að endurskoðanir ákvæða samningana sem að mínu viti eru allt og veik. En samkvæmt efni þeirra í raun og veru gæti Ísland gert núna kröfu að endurskoða samningana. Vegna þess að þau vísa til, ef það væri eitthvað sem ríkisstjórnin myndi velja. Þriðja atriði síðan í Brussel-viðmiðunum var aðkoma, það var skýrt kveðið á áframhaldandi aðkomu Evrópusambandsins eða stofnana þess að lausn málsins og þetta var samningsferli sem þarna var búið að koma upp, pólitískt samningsferli. Á móti því að fara í þetta pólitíska samningsferli þá fengum við afgreiðsluna á áætluninni stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hún hefði þá tafist vikum saman sem að mínu viti bara brot á tilgangi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og grundvallar stofnskráans og við erum vel að merkja stofnaðilar að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og þetta Brussel-viðmiðin urðu til þess að losa það og á móti kom síðan þá þar að það var gefin út alþjóðleg fréttatilkynning það að Ísland myndi greiða 20.880 hvað eru evrur til hvers og þess innstæðueigenda til þess að verja trúverðugleika kerfisins. Þannig að þetta svona... En hvað, gleymdust þessi Brussel-viðmið eða hvað? Eða hafa menn ekkert notað þau eða hafa menn notað þau vitlaust? Ég geri grein fyrir því í greininni, hvernig þetta horfið, hvernig ég sé að þetta hefur gerst. Það alveg ljóst að menn höfðu aldrei samband við Brussel. Menn fóru aldrei fram á það að fá þann þriðja aðilega deilunni. Menn færðu málið úr því að vera alþjóðlega pólitískt samningsferli á þessum grunni yfir það að vera bara samningur markmiðið var bara að gera lánasamning og það sér maður á erindisbréfinu sem að gefið var út. En allt þetta í sjálfu sér fortíð og skiptir kannski ekki neinu máli og ég hef engan áhuga því að gera neitt lítið úr því hvað menn hafi lagt þarna á sig í þessu máli og ég veit mjög vel sjálf hversu erfitt þetta máli Ég ætla ekki að gera neitt, það skiptir í sjálfu sér ekki máli. Aðalatriðið það að núna höfuðatriði fyrir okkur Íslendinga að allt sé opið í þessum viðræðum við stjórnarandstöðuna og viðræðum sem fara fram út leið. Og það skiptir miklu máli fyrir okkur að það sé með þessi utanaðkomandi aðili sem tekur þátt í að ræða þessa þætti sem eru skuldaþol Íslands, nauðsyn þess að reisa hér við efnahag og sanngirnin í málinu. Við verðum að brjótast út úr það sem ég finnst líka svo sorglegt vegna þess að þetta Brussel samningaferli var pólitískt og gekk út af það að rjúfa þessa stöðu þessa þvingunarstöðu, þessa kúgunarstöðu sem var verið að koma okkur í og við þurftum náttúrulega að vinna mjög mikið í því, það þurfti mikla pólitíska útrás á okkar hálfu. Við þurftum að reka mál okkar gagnvart Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og gagnvart Evrópusambandinu og alls staðar og það höfum við bara ekkert gert. Það bara þannig, við höfum ekki rekið mál okkar gagnvart, við höfum ekki rekið pólitíska málafylgi með þeim hætti sem við ættum að gera. Eitt sem ég verð að spyrja þig, þú varst náttúrulega aðstoðarkona Ingibjargar Sólrúnar. Já. Ertu að tala þetta, segja þetta, skrifa þetta í hennar? Nei, hún vissi ekkert að ég var að skrifa þessa grein. Það er ekki hugmynd það og það er gott að spyrja mig vegna þess að ég þarf einhvern tímann að fá að vera frjálskona. Ég heiti Kristrún Heimisdóttir, ég er lögfræðingur, 38 ára gömul og ég skrifa þessa grein fyrir sjálfa mig. Kristrún, þakka fyrir að koma í þáttir. Við skulum sjá hér viðtal sem ég átti við Robert Waite, mann sem orðinn býsna þekktur á Íslandi fyrir að, meðal þess að tjá sig íslensk efnahagsmál.